Jólagjafirnar og fötin færðu hjá okkur. Þátturinn í boði Jóð. Já, við höldum áfram, hún enn hérna hjá mér, hún Rut Herner. Rut, konan þín, hún líka körfuboltaleikmaður. Jú, það er svona grunnurinn okkar sambandi. Við kynnumst í gegnum körfuboltann og það búin að vera svona okkar svona passion í sambandinu. En vissulega það búið að breyta svolítið síðan. Hvernig það? Þið eru saman á æfingum og takist væntanlega á æfingunni og svo þarf að fara heim og borða kvöldmat, þú veist, skilji allt bara eftir á vellinum? Já, það sko, maður náttúrulega vini líka í þessu og maður lærir það held ég bara mjög snemma að það sem gerist á vellinum, það skilur maður eftir á vellinum og svo maður bara farin í eitthvað annað, bara alveg svo með vinnuna, þú bara ert í vinnunni og svo fyrir heim. En vissulega maður mikil keppnismaður eins og ég þá að sjálfsögðu getur stundum haft svolítið svona, já, maður með passion fyrir því sem maður að gera en þetta bara gengur upp sko. Eins og segi, við búin að æfa saman í mörg ár, reyndar ekki að æfa saman eins og og við þurftum að stilla það svolítið inn á okkar fjölskyldulíf bara. En þetta gekk. Þú kemur inn á fjölskyldulífið, þið náttúrulega eru tvær konur í íþróttum og það aðeins annað en eins og þegar kallinn í íþróttinni, það þarf einhver að hugsa barnið. Jú, það pínu svoleiðis. Við höfum þurft að skiptast svolítið á núna. Hún gekk með fyrsta barnið okkar og núna ólétt okkar öðru barni. Þannig að þetta pínu svona bæði samvinna og svona skipulagning okkar á milli. En hún náði einu tímabili þarna á milli barna og þá var ég bara heima með strákinn og þetta bara okkar nýi raunveruleiki í dag. Bara við getum ekki verið báðar í svo sama tíma. Þetta krefst bara of mikils svona tíma frá fjölskyldunni til þess að við getum báðar verið í þessu og en við erum á sama aldri og okkur finnst við báðar eiga nokkur ár eftir þannig að þetta gengur þá bara svona í nokkur ári viðbót, við skiptumst bara á. Það málið, þetta ekki bara spurning að hugsa barnið því að auðvitað getur kallinn alveg gert það líka en það þarf einhver að ganga með barnið og það við segjum bara alveg eins og það ákveðin fórn frá íþróttinni, þetta svo mikil tími sem það tekur. Já, bæði tími sem það tekur að vera óléttur og svo koma sér aftur tilbaka í sama form. Hún náttúrulega, Unnur kona mín náttúrulega alveg ótrúlega með það að hún var komin á parketti bara nokkrum vikum eftir að hún átti fyrirstrákinn sko, en hún mjög dugleg. En eins og ég segi, núna leggur þetta á sig aftur, eða leggur það á sig, ég veit það ekki, þetta er náttúrulega eitthvað sem þetta bara okkar nýi raunveruleiki og við erum bara hamingjusamir með það. En þetta væri örugglega svolítið öðruvísi bara það að við værum í sikkvori íþróttinni. Þá kannski gætum við stundað það báðar, en þarna erum við í sömu íþróttinni, alltaf á sömu tímum á æfingum, að spila sömu leikina, þannig að það er pínu challenge. Já, þið þurfið pössun þegar það leikur þið þurfa að fara úr bænum. Já, það er svoleiðis. Við tókum nú fyrst eftir að strákurinn okkar fæddist, þá reyndum við þetta báðar og reyndum að vera all in báðar. Þetta var alveg hrikalega mikil vinna, það gekk, en við erum eiginlega búin að ákveða það að við gerum það ekki aftur. Nú verð ég að spyrja, þið eru báðar í íþróttinni, þið eru báðar í körfuboltanum, all in, reynið það. Hvernig tekur maður ákvörðunina hvor gengur með barnið? Já, góð spurning sko. Þetta einhvern veginn bara svona kemur að sjálfu sér. Bæði svona bara aðstæður, ekki bara körfubolta séð, bara aðstæður í okkar lífi, vinnulega séð, heilsulega séð og allt þetta. Þetta spilar allt inn í. Og það var bara þannig hitt þetta á hjá okkur núna og já. En hún stefnir á að koma aftur tilbaka eftir þetta seinna barn sem hún gengur núna með? Já, ég sé fram á það að ég klára þetta tímabil og Unnur fær að vera næst. Það er alltaf svona eins og ég sé framtíðina, en hver veit hvað gerist, við sjáum bara til. En eins og í þessari íþrótt, þetta nú ekki atvinnumennska með fullt af pening, það þarf að vinna með þessu og svo eins og segir, það kemur fjölskyldan líka, þannig að forgangsröðunin, það er kannski erfitt að vera með körfuboltann alltaf efst. Já, og ég finn alveg að forgangsröðunin hefur svolítið breyst. Eins og ég segi, maður er alltaf með passion fyrir körfuboltanum og fyrir íþróttinni og maður reynir alltaf að gera sitt besta. Leið og metnaðurinn fer, þá hætti ég þessu. Þá bara fer ég að gera eitthvað annað. En ég í minni vinnu, ég vinn vaktavinnu,
þetta er bara búið að vera púsluspil bara frá byrjun, en ég er vön því, þannig að þetta er bara svona, maður lætur þetta bara ganga upp og auðvitað kann maður að meta líka bara skilningin svona bæði frá liðsfélögum, frá þjálfara, frá fjölskyldu, auðvitað var með gott bakland líka, foreldra og systkini, þannig að þetta spilar einhvern veginn allt svona svolítið saman. En það sem kemur líka inn í þetta, þá þið eruð íþróttapar og getið peppa hvora aðra upp, bara í að mæta æfingar og vera all-in á æfingum, mataræði, svefn, þú getur þannig að fylgst með öðrum leikmanni í liðinu og sitt þess að hún sé líka á tánum og á móti líka. Ja, algjörlega, svo það líka, má ekki gleyma því að þetta er rosalega mikilvægt að eiga félaga sem að skilur henni nákvæmlega hvað maður er að fara í gegnum. Hún veit alveg þegar þessi tíma árs, þá eru hlutinni svona. Þannig að ég held að það sé svolítið svona sem maður má ekki gleyma að skilningurinn frá makanum sínum er auðvitað mikilvægast sko. Og svo náttúrulega læra börnin bara það sama. Ef við tölum svona uppgangi bara í körfuboltanum á Íslandi almennt, hvernig hefur þetta breyst? Mér finnst þetta að hafa bara einhvern veginn aukist svona bæði þekking og áhugi á körfubolta. Það var rosalega mikil uppgangur svona í kringum landslið, því gekk vel, bæði karl og kvennamegin. Umræðan fór svona að skapast og opnuðust fleiri dyr, við komumst svona aðeins meira á kortið. Mér finnst bara, já svona heilt yfir, finnst mér uppgangur í körfuboltanum bara hafa verið mjög mikill síðustu ár og ég sé ekki annað en að það sé bara að fara að halda áfram. En þjálfunin líka, þekkingin hefur aukist og ég veit eins og þegar maður er að þjálfa úr fótboltanum að þegar maður er að þjálfa stelpur þarf maður meira að hugsa eins og mjaðmir og hné í öllum hoppum. Það skiptir miklu máli að passa vel upp á þetta. Í körfubolta ertu að hoppa töluvert mikið. Já, og það hefur líka svolítið komið inn að nú erum við með þjálfara sem hafa sérhæft sig í bara styrktarþjálfun körfuboltamanna og það er eitthvað svona sem var kannski ekki þekkt fyrir nokkrum árum. Það var ekkert endilega, fókusin var ekkert endilega á það sko. En nú hefur bara sýnt sig að við þurfum að styrkja okkur á vissan hátt og leikmenn eru að lenda í alls konar meiðslum sem þið geta jafna sig á að þið fá bara rétta styrktarþjálfun eftir það. Þannig að sömuleiðis með það, þjálfunin, öll þjálfun, hvort sem það er bara þessi hefðbundna körfuboltaþjálfun eða þessi styrktarþjálfun, hún er bara orðin alveg svakalega öflug líka. En andlegi þátturinn, eru þjálfararnir að vinna meira með það í körfubolta? Já, mér finnst það svolítið svona, ætli það sé ekki bara svona samfélagsvitundin svona, það hefur svolítið komið kannski bara með því að auðvitað hefur þessi umræða verið svolítið í fókus núna síðustu ár og ég held að allir hafi einhvern veginn bara svona aðeins átta sig á því að það er andlegu þáttur líka, þetta er ekki bara að reiða sig í gegnum þetta endalaust bara á einhverju líkamlegu styrk, heldur við þurfum að huga andlega þættinu líka og ég sé ekki annað en að það sé verið að gera það. Er munur, finnst þér, á þjálfun í kvennakörfubolta og karlakörfubolta? Já, ég held óhjákvæmilega að það er munur. Vissulega hef ég kannski ekki reynsluna af því hvernig þjálfun í karlakörfubolta fer fram, en bara svona utanfrá það sem maður sér, þá held ég að, og oft er það kannski ekkert konum til bóta að það sé verið að hvað maður að segja, kannski að sé verið að svona vernda þær eitthvað. Við þurfum ekkert á því að halda, skilurðu. Þannig að ég held að þetta sé bara svolítið svona gott samspil á milli þess að hafa bara svona góðan aga og svo bara svona þennan mjúka þátt líka sko. En ég held að þú þurfur að vera alveg sérstakur karakter til þess að þjálfa kvennakörfubolta. Ég er alveg búin að sjá marga þjálfara koma og fara, sumir standast þetta, aðrir ekki. En nú sé líka eins og það er rosa flott hjá Þór, þeir eru að taka upp og taka viðtöl við leikmenn. Þetta er skemmtileg framtak og bara líka þjálfun að koma fram í fjölmiðlum. Já, sko, við þurfum alltaf að hafa aðeins meira fyrir því að koma okkur svolítið á framfæri og maður er alltaf þakklátur fyrir. Við erum með rosalega flott starfsfólk eða bara fólk í kringum okkur innan kvennakörfunnar hjá Þór sem er svolítið að hjálpa okkur við þetta, að koma okkur svolítið á framfæri og búa til svona pínu í kringum okkur. Þetta er vinna, en við sjáum það líka að þetta er að skila sér. Við erum að fá fleira fólk á leiki, við erum að fá meiri umfjöllun, bara svona almennt og í netheimunum og í blöðum og annað slíkt. Þannig að mér finnst bara uppgangurinn þar er líka mikill og þetta er bara á góðri leið sko. Þetta er á góðri leið. Já. Takk hérlega fyrir að opna umræðina körfubolta og koma hérna til mín í þáttinn. Þetta var síðasta viðtalið hjá okkur á þessu ári í taktíkinni, þannig að ég og við hérna á stöðinni óskum ykkur gleðilegra jóla. Sjáumst síðan bara hress á næsta ári.